Velkomin að Rauðaborðinu, ágætu áhorfendur og hlustendur. Í kvöld þriðjudagskvöld, 12. október og við höldum áfram að velta hlutunum fyrir okkur hér við Rauðaborðið. Það kannski ekkert mikið í fréttum. Það sem var athyglisverðasta fréttin sem ég sá í dag var að Íslandsbanki að klára þriðja ársfjórðung, 3 mánaða uppgjör, þar sem að hagnaðurinn 7,6 milljarðar króna. Þetta svolítið há upphæð fyrir bara 3 mánuði. Ef við reynum að reikna þetta upp, miðað við það að Íslandsbanki sé 30% af bankakerfinu, þá þetta jafngildi þess að bankakerfi sé að taka til sín 100 milljarða á ári í hreinan hagnað. Og það náttúrulega algjörlega stjarnfræðileg upphæð. Það meira en 3% af landsframleiðslu. Það eins og að 30. hver króna sem að veltur íslenska hagkerfið endi sem hreinn hagnaður í bankakerfinu. Og þetta náttúrulega hvergi svona á byggðu bóli. Það ekki mjög langt síðan, ég held að séu nokkur ár, kannski 7-8 ár síðan að norskir bankar skiluðu miklum hagnaði sem að fór yfir 1% af landsframleiðslu og þá var allt vitlaust í Noregi. Það voru fundir í Stórþinginu, öll blöðin fjölluðu þetta sem stórkostlegt hneyksli. Á Íslandi sagðar fréttir að þessum ógnargróða bankana, hvernig þeir soga peninga upp úr hagkerfinu frá fjölskyldum og fyrirtækjum og draga til sín í krafti svona sérstakrar aðstöðu sinnar, einokunar og fákeppnisstöðu á fjármálamarkaði. Hér sagt frá þessu fréttum eins og þessu gleðifréttir, að þetta sé fréttir það að Íslandsbanki sé vel rekið fyrirtæki og við höfum kannski að vera stolt af því, en auðvitað það ekki þannig. Í Bandaríkjunum, þar svona þráður í stjórnmálanum átök á milli Main Street og Wall Street. Það raunhagkerfisins, venjulegra atvinnustarfsemi og svo fjármálakerfisins á Wall Street. Og þetta átök sem eru viðvarandi í Bandaríkjunum og byggja á því að fjármálakerfið óheyrilega frekt að mati þeirra í Bandaríkjunum. Samt hagnaður banka í Bandaríkjunum innan við 1% af landsframleiðslu. Ef að hann myndi allt í einu þrefaldast eins og hér, verða 3% af landsframleiðslu, þá verði allt vitlaust í Bandaríkjunum. En á Íslandi öllum virðist vera sama. Þetta bara heilbrigðismerki að bankarnir nái að sjúga upp úr hagkerfinu, draga fé frá fyrirtækjum og fjölskyldum og skila eftir í hreinum hagnaði á sér. Íslandsbanki í meirihluta eigu almennings. Það bankasýsla ríkisins sem svona undirstofnun fjármálaráðuneytisins sem fer með 70% af atkvæðunum og þetta eiginlega bankinn okkar landsmanna sem í þessu. Og hin náttúrulega ekkert skárri, við Landsbankann sem að öllu leyti í eigu almennings og þar hagnaður svipaður og svo Arion banki sem svona braskarabanki sem ég held að Kvika í orðið stærsta hluta þar. Það eru svona drengirnir og kallarnir sem voru í kringum F1 Group sem stjórna öllu þar. Fólk sem var í mikið af hrunmálunum og ýmsum rannsóknum hérna eftir hrun sem eru svona leiðandi fjárfestir inn í Arion banka. Og þetta eru svona fyrirbrigði sem hafa þessa fyrirferð í íslensku samfélagi, leggja skatta á almenning upp á svona sem ígildi 100 milljarða á ári. Ríkissjóður með svona 1000, þannig þetta svona 1/10 af skatttekjum ríkissjóðs sem að bankarnir taka upp úr hagkerfinu. Og við látum eins og þetta sé normalt, sem þetta náttúrulega ekki. En við ætlum ekki að ræða þetta við Rauðaborðið í kvöld, því að í kvöld erum við svolítið haldið upp á það að það orðið til fyrirbrigði sem heitir sósíalíska menntakomúnan, sem þarf að standa fyrir námskeiðum ýmislegt sem tengist sósíalisma, stéttabaráttu og stjórnmálum og samfélaginu á næstu vikum og mánuðum og vonandi bara mörgum árum. Það eru 2 sem koma til mín í heimsókn sem eru með námskeið. Það Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur sem verður með námskeið sögu verkalýðsbaráttunnar. Við ætlum að fara yfir það hérna á eftir í stuttu máli. Við ætlum að fara mjög hratt yfir stóra og mikla sögu. Og svo kemur Árni Daníel Júlíusson, hann ætlar að vera með mjög áhugavert námskeið sem fjallar vinstristjórnir í Íslandssögunni, alveg frá
minnihlutastjórn Framsóknarflokksins 1927 sem var studd af Alþýðuflokknum og alveg fram yfir ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen. Þannig ólíkar ríkisstjórnir og ég hef grun að Árni Daníel ætli að halda því fram að árangurinn af starfi þessar ríkisstjórnar hafi verið miklu meiri heldur en við höldum. Við erum svolítið alveg upp við það að glundroði fylgi vinstristjórnum, en þegar sagan skoðuð þá kemur í ljós að eiginlega öll framfaraskref sem hafa verið stigin meðan að vinstriflokkarnir hafa verið við völd, því að, og það náttúrulega skiljanlegt, því að þegar hægri flokkarnir eru við völd þá verið að stoppa allar framfarir. Og í lokin, í framhaldi af samtalinu við Þorleif, þá kemur Einar Þór Gunnlaugsson til mín. Hann gerði heimildamynd verkvöldin stóru 1955 sem heitir Korter yfir 7 og sýnd í Regnboganum og verður hluti af námskeiðinu sem að Þorleifur með, og við ætlum aðeins að ræða þessa heimildamynd og verkvöldið 1955 sem má kannski segja svona síðasta stóra verkvöldið á almennu vinnumarkaði sem knúði fram miklar réttarbætur fyrir almenning. En þetta kemur allt hérna eftir örskamma stund. Velkomin aftur. Ég ætla að byrja á því að ræða núna við Árna Daníel Júlíusson, sagnfræðing, sem mun verða með námskeið í sósíalísku menntakommunni sem hefst þriðjudaginn 27. október og yfirskriftin hvaða gagn gerðu vinstristjórnir, sem kannski eðlilegt að spyrja vegna þess að við erum alveg upp í samfélagi sem heldur í fram að vinstristjórnum fylgi glundroði og tómt vesinn, en ég hef nú grun að Árni Daníel ætli að halda því fram að þeir hafi gert eitthvað gagn. Og þetta spannar langt tímabil, þetta eiginlega frá minnihlutastjórn Framsóknarflokksins 27 sem að Alþýðuflokkurinn studdi og þú ætlar að fara fram yfir ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen. Þannig að við má byrja á fyrstu ríkisstjórninni, ríkisstjórn Framsóknarflokksins 1927 sem að Alþýðuflokkurinn studdi. Hvaða gagn gerði hún? Já, og hann má kannski segja að hún hafi gert svipað eins og allar þessar stjórnir. Hún tók ríkisvaldið í sína þá, beitti því í þá alþýðunar, almennings, til að bæta kjör almennings. Og á þessum tíma þá þetta millistríðsárunum og þá Framsóknarflokkurinn í fyrsta sinn í stjórn og í fyrsta sinn undir forystu Jónasar Jónssonar frá Hriflu og hann var dómsmálaráðherra, hann var ekki forsætisráðherra formlega séð, og þessi ríkisstjórn hún byggði undir landbúnaðinn sem var þá langstærsti svona atvinnuvegur þjóðarinnar, meiri partur þjóðarinnar bjó í sveitum og stundaði það landbúnað og hafði, það var annars vegar, það voru tveir partar í landbúnaðinu þá, annars vegar var sjálfstyrstarelement, menn framleiddu sín eigin föt, sín eigin mat, meira og minna, og hins vegar þá var útflutningselement, alveg fram að 1930 þá var landbúnaður mjög öflugur útflutningsatvinnuvegur, algjörlega sjálfbær, og hafði verið langöflugasti útflutningsvegur þjóðarinnar til 1880 og menn fluttuðu þá út ull. Síðan fór fiskveiðar að eflast frá 1880 en ennþá þarna þetta leyti þá var alveg gert ráð fyrir því að landbúnaður væri alvöru atvinnuvegur. Og þetta var það var bara stutt undir þetta og stutt undir líka bændabyggðirnar á mjög breiðum sviði, eins og það mjög vel þekkt að Jónas hann lét byggja héraðsskóla. Markmiðið var að byggðir landsins yrðu sjálfbærar á allan hátt, hvað var það menntun og hvað var það menningu og ég man ekki hvað voru margar brýr byggðar á þessum tíma, það voru alveg ótrúlega margar, alltaf flestar einbreiðar, kannski sumar ennþá í notkun. En þarna var komið stórkostleg innviða uppbygging, þetta heitir það? Jú, þetta svona eins og Trump lofaði að gera sín tíma, endi alls ekki. Og þetta lagði síðan grundvöll að næstu framförum í landbúnaði, ég held að framtíðar með landbúnað, þá sneri landbúnaður sér frá, eftir að kreppan skalla á, þá lokuðust allir markaðir erlendis fyrir landbúnaðarafurðir.
og í staðinn þá tóku menn upp það að framleiða mjólk fyrir þéttbýlisbúa og mjólkurafurðir, smjör, osta. Akureyri var mikil miðstöð á því sviði og brýrnar sem Jónas hafði látið byggja voru grundvöllur þess að þar gátu mjólkurbílarnir farið eftir brúm og vegum og til að flytja mjólkina frá bílum bændanna, þeir þurftu ekki að flytja neitt eða leggja bílinn niður, það var bara farið heim til þessara bóndabíla sem höfðu verið þarna í 1000 ár og þeir voru ennþá á sama stað með sín bíli og það var hægt að breyta þeim sem sagt. Þetta innviðauppbygging og atvinnuuppbygging, en hvað með svona réttindamál alþjóðunnar og almennings? Húsnæðismál, réttindi, almannatryggingar, voru þau ekki á dagskrá þessari ríkisstjórnar? Sko, þar sem sagt, þar kemur kannski þetta Alþýðuflokksins og líka Framsóknarflokks raunar að Alþýðuflokkurinn hafði verið að eflast frá svona kannski 1916 en í raun var alveg ný orðin til og var þegar orðin klofin og það element kemur ekki inn svona af krafti fyrr en á tímabili næstu ríkisstjórnar. Þá koma inn húsnæðismálin, þá koma inn tryggingamálin. Og hvaða ríkisstjórn það sem sem sagt rauðgræna stjórnin svokallaða frá 1934 til 1938. Þá sem sagt Alþýðuflokkurinn í stjórn með Framsóknarflokknum. Og sú ríkisstjórn, hún í rauninni má segja, hún hafi gert mjög svipað eins og sósíaldemókratastjórnir á Norðurlöndunum á sama tíma. Þær bjuggu til þennan svokallaða samfélagssáttmála sem er svolítið villandi nafn því sá sáttmáli byggði á afli verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er svolítið einhliða. Ef þú gast ekki telt verkalýðshreyfingunni fram af krafti, þá sá borgarastéttin enga ástæðu til að vera með samfélagssáttmála. Þannig að sterk verkalýðshreyfing var forsenda samfélagssáttmálans. En svoleiðis samfélagssáttmáli var sem sagt gerður þarna Þrönguð upp á borgarastéttina 34-38. Já, hún var nú kannski ekki alveg eins vel stödd eins og þegar bara fyrir 1930 því að þá var uppgangstímabil 10 ára uppgangstímabil í 2 ára og gerð með gríðarlegur blómstrun í útgerðinni og í söfnun Já, en síðan sem sagt kemur kreppan og þá hrynja þorskveiðar myndu nú ekki, það svolítið ókunnulegt langt síðan það hafi gerst markaði fyrir þorskveiðar hvarf fyrir saltfisk og hún sú kreppa framlengdist út af því að spænska borgarastyrjöldin hófst 1936 þar var aðalmarkaðurinn fyrir íslenskan saltfisk og sú styrjöld hélt áfram til 1939 og meðan var markaðurinn lokaður og Kveldúlur sem var svona flaggskip íslenskra útgerðarmanna íslensku auðvalds, það var nánast gjaldþrota á þessum tímabili. Þessi risa togaraútgerð. Já, og var gjaldþrota var ekki gert upp fyrir held ég rétt fyrir 1970. Já, nefnilega. Þeir geymdu þrotabúið til þess að það gengi upp að það var ekki svo stórt. En þarna þessi ríkisstjórn, hún kemur fram réttindamálum. Já. Og leggur grunninn að svona, hvað var að segja, samfélaginu eins og við þekkjum það í dag, með almannatryggingum og... Jú, það má segja það sko. Þarna eru byggðir verkamannabústaðir, það komið á fót almannatryggingum, fyrsta sinn, og gömlu lögin sko þurfamenn og ómaga þau eru felld úr gildi sko, menn fá að kjósa þó þeir hafi þurft að þiggja sveit. Það var komið á þarna þetta leyti. Og sem sagt, en það má ekki gleyma því að á þessum tíma þá háði kommúnistaflokkurinn sem var utanstjórnar, hann háði sko harðvítugt stéttarstríð og hann háði það við bæði Alþýðuflokkinn og borgarastéttina. Af því að Alþýðuflokkurinn, hann vildi ekki fallast á það að kommúnistaflokkurinn gæti stýrt verkalýðsfélögum en hann stýrði heilu landshlutunum. Kommúnistaflokkurinn var með öll völd í verkalýðshreyfingunni á Norðurlandi. Þar var á vegum Einars Olgeirssonar, þannig að frá 1930 til 1900, hverjar stóru slægirnir voru síðastir, en það var allan þennan áratug, 1930 til 1940,
þá voru með reglulegu millibili bara harðvítug átök milli verkalýðshreyfingarinnar undir stjórn kommúnista og í ákveðnum tilvikum líka Alþýðuflokksins eins og þegar Gúttuslagurinn varð sem var þá var sem sagt eiginlega lögregla Reykjavíkur, hún var slegin út, hún var ekki lengur virk og og Kjartan Ólafsson spyr í bók sem hann hefur nýlega skrifað kommúnistaflokk og sósíalistaflokk af hverju tóku menn ekki völdin bara í byltingu en hann hafnar því, það hefði verið rangt að gera það á þessum tíma og hefði mistekist. En átökin voru svo harðvítug að það lá við því. Já, það lá í loftinu. Á einhverju marki. Ok, þá stökkum við aðeins áfram og þá erum við komin eftir stríð og þá klofnar á milli kannski þessar svona náttúrlegu samstarfsaðila sem var Framsóknarflokkurinn, stjórnmálaarmur samvinnuhreyfingarinnar og Alþýðuflokkur, kommúnistaflokkur, stjórnmálaflokkar verkalýðshreyfingarinnar og verkalýðsflokkarnir fara í breiða ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, nýsköpunarstjórnin. Já. Hvaða gagn gerði hún? Hún gerði mikið gagn. Hún tók stríðsgróðan og notaði hann til að fjárfesta mjög alveg gríðarlega mikið í bátum, í togurum og í alls konar innviðum líklega og síðan var komið að fara af stað með Marshall aðstoð sem Íslendingar tóku þátt í og þar var það var svona ég vil kalla sósíaldemokratísk aðgerð af hálfu Bandaríkjamanna og segja þeir voru að aðstoða Evrópu sem hafði lá í rústum og buðu Sovétmönnum með, Sovétmenn höfnuðu því en nýsköpunarstjórnin kemur 1944, þá þetta allt ekki byrjað, Marshall aðstoðin og það mál allt saman það í framtíðinni en þarna eru Bandaríkin og Sovétríkin í bandalagi gegn sem var pólitísk forsenda fyrir því að þetta væri hægt á þessum tíma. Þetta hefði ekki verið hægt ekki með allavega með sósíalistana í katastíkinu. Og önnur forsenda svo að á þessum tíma frá 1930 til 1942 eflist kommúnistaflokkur hann skiptir nafn, verður sósíalistaflokkur, tekur inn vinstri arm Alþýðuflokksins og verður öflugri en Alþýðuflokkurinn, verður stærri. En svo raunin eiginlega í Íslandssögunni eftir það, þá eiginlega róttæk og sósíalistarnir yfirleitt stærri heldur en karlarnir. Einmitt. Og þeir eru meira sér á tímabilinu með völdin í Alþýðusambandi Íslands sjálfu. Þangað til Alþýðuflokkur, Alþýðuflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur gera bandalag á móti sósíalistum og ná völdum einhvern smá tíma svo. En höldum áfram með nýsköpunarstjórnina, hún tók þetta föstum tökum, notast stríðsgróðan til að fjárfesta í Hún góðar í stjórn, það lítur svo á að nú höfum við tækifæri til að byggja nýtt Ísland út af stríðsgróðanum og uppbyggingu atvinnuvega sem hefði verið þá í stríðinu. Já, en mjög snögglega þá gefur á bátinn. Það bara furðulegt hversu stuttan tíma það tók að eyða öll þessum peningum og síðan kemur þetta mál sem að klauf stjórnina 1946 þegar samið var svo kallaðan Keflavíkursamning. Þá var samið Bandaríkjamenn að þeir fengju að hafa aðstöðu á Keflavíkurflugvelli og voru þar. En herinn fór allir burt en það var þeir höfðu ákveðin að fótfestu þar og síðan náttúrulega var fjandinn laus, sem að segja, þegar Ísland ákvað að ganga í NATO 1949 og þá urðu gríðarlega mikil átök sem alveg líkjaði Gúttuslaginn. Það óverðirnar á Austurvelli 30. mars 1949 og þá klofnar samstarfin og milli sósíalista og sjálfstæðismanna. Það voru þeir svona einangraðir í stjórnmálunum, svolítið sósíalistarnir, út af utanríkisstefnu og varnarstefnu. Já, og 1951 kemur herinn, bandaríski herinn til Íslands og öll þjóðfélagsátök næstu ára snúast herinn í einn eða annan hátt og það alveg óbáslega
átök í samfélaginu á þeim tíma það og sem sagt smám saman þá myndast nýtt bandalag út af óánægjunni með herinn. Sko þegar herinn kemur þá bjuggust menn ekkert við því að hann yrði mikið lengur heldur en þangað til Kóreustríðurinn lyki. Hann kom út af Kóreustríðinni og menn héldu þetta yrði eins og í síðari heimsstyrjöld, herinn kæmi á meðan stríðið stæði, færi svo. Svo kemur 1943, Stalín deyr, Kóreustríðið klárast en ekkert gerist. Herinn fer ekkert. Það sem sagt byrjaði á því að velja ný ríkisstjórn velur nýjan utanríkisráðherra sem framsóknarmaður, ekki sjálfstæðismaður, Kristinn Guðmundsson. Bjarni Benediktsson látinn hætta og hann byrjar þessa stefnu á að loka herinn inni. Til dæmis þá eru allir amerískir verktakar reknir frá Keflavíkurflugvelli og íslenskir aðalverktakar teknir inn. En þetta dugar ekki og sem sagt 1956 þá sem sagt bara ákveðið hreinlega, það kemur þingsályktun 28. mars 1956 sem að framsóknarmenn standa að og alþýðuflokksmenn og alþýðubandalagsmenn styðja líka sósíalistar að reka herinn úr landi. Og upp úr því verður til ný vinstri. Það svona hókvæmlega vinstri stjórn eins og stjórnir þaðan í frá sem eru verkalýðsflokkarnir með Framsókn. Og hvaða gerir sú stjórn? Já, hún færði út landhelgina. Í 12 mílur? Já, og hún sem sagt raka ekki herinn. Og það svona ákveðið stef í þessum tveimur vinststjórnum 1956-1958 og 1971 og til 74. Þær færa út landhelgina, svolítið í trássi við hægri menn, sko. En reka ekki herinn, þó hafið sagst að gera það. En sem sagt þær innanlands atvinnuuppbygging tekin fram fyrir svona þjóðurnis réttlætis friðarstefnu. Óvægt eftir í hvað flokki þú ert líklega, hvernig þú leist á herinn. Já, sko, það náttúrulega ýmislegt annað sem að gerðist sem inn í þessari sögu. Þannig að þetta talsvert flókið mál. Ég vil líka nefna það 1955 þá aðdragandinn að þessari vinststjórn meðal annars verkfall 1955 sem að 6 vikna verkfall vorið. Sem við ætlum að fjalla nánari en að setja í þættinum. Já, en þar fást til dæmis atvinnuleysisbætur. Og þar myndast þessi samstaða að velta þessari hægri stjórn sem völd og Framsóknarflokkurinn færist til vinstri og síðan mistekst vinstri stjórninni að fá erlenda aðstoð. Og það reyndar þeir fá aðstoð frá Sovétríkjunum og Sovétríkin gera viðskiptasamninga við Ísland sem kom sér mjög vel fyrir Ísland þessum tíma. En þegar vinstri stjórnin ætlaði að fara að setja stoðir undir sína atvinnustefnu sem var mjög svipuð og nýsköpunarstjórnarinnar, þá koma þeir alls staðar á lokuðum dyrum út af hermálinu. Þeir fá hvergi pening, ekki á Norðurlöndum, ekki í Þýskalandi, ekki í Bretlandi, ekki í Bandaríkjunum. Svo hættaði við Það næstu við viðskiptabann. Já, það nánast viðskiptabann. Svo hættaði við að reka hér landi og þá opnast allt og gátt. Og svona þetta allt saman. En kjölfar á þessu þá fáum við viðreisnarstjórninni sem hélt völdum í 12 ár. Já. Og hún fellur svo lokin 71. Já. Og þá kemur vinstri stjórn aftur. Já. Það sem flokksbrot út úr alþýðuflokknum. Já. Samtök frjálslyndra vinstri manna, Alþýðubandalagið og Framsókn. Það stjórnarandstaðan sem kemst í stjórn 1971 og það alveg hrein skipti. Samtök frjálslyndra vinstri manna bjóða fram. Það var alltaf Hannibal sem var svona stundum með sósíalistum, stundum ekki. Þarna kom hann með þeim í stjórn. En þarna líka tímarnir orðið breyttir. Eins og 1956 þá ástæðan fyrir því að ekki var hægt að reka herinn þá var Ungverjalands uppreisnin, atburðirnir í Ungverjalandi og Suez-deilan. Raunveruleg ógn af Sovétríkjunum. Já. Raunveruleg svona innan þessar gæsalappa. En 71 það ekki. Það var 68 stöð frá Tékklandi. Þá 68 og þá eru vindarnir farnir að snúast þessi mikið í heimsmálum. Þá Víetnamstríðið byrjað
og þá semst þetta sko, sem þau kalla langa 68 tímabil, það farið að kenna langt tímabil við árið 1968, með ákveðnum einkennum, stundum það sagt byrjað 1955, stundum 1965, en það nær alltaf til 1980 minnsta kosti og fram yfir 1980 oft. Og á þessum tíma þá sem sagt, þá sko uppreisn æskunnar í fullum gangi og andstaða við hernað Bandaríkjanna í Víetnam mjög áberandi og í Frakklandi þá bara næstum bylting í maí 1968 og í Ítalíu þá verður líka atburðir sem sko þar styður kommúnistaflokkurinn 1968 hreyfinguna og sem veldur því að Ítalía verður svona helsti vígvöllur 68 hreyfingarinnar fram til 1977 eða svo. En sem sagt á þessum tíma þá mjög stríðir vinstri vindar bara öll Vesturlönd. En jafnframt þá sko hægri borgarastéttin að undirbúa varnir sínar. Svona gagnbyltingu sem við köllum nýfrjálshyggja. Já, en á meðan hún að ná vopnum sínum þá verða mjög margar og mjög svona öflugar vinstri hreyfingar sem að ná bara mjög langt á mörgum sviðum og þarna kemur fram kvennahreyfingin, þarna koma fram homar og lesbíur, þarna koma fram það mjög margt sem gerist. Bara þetta fatlaðra og bara fjölskylduna. Öll æðri menntun færist mjög langt til vinstri, mjög hratt og sem síðan breytist aftur, en þarna sem sagt. En á þessu tímabili erum við með ríkisstjórnina 71-74 sem að springur. Já, svo erum við með þá skamlífustu sem 78. Já, sko, en sem sagt, þegar maður skoðað, ég að skoða þetta gegnum því að skrifa sögu Keflavíkur. Að þá sko, sem sagt, tímabilið allt, það mjög einkennandi að allt sem að svona lyktar af vinstri þáttum og verkalýðshreyfingin aldrei kröftugri. Til dæmis 1968 þá bandalag Framsóknarmanna og Alþýðubandalagsmanna, það stendur að kjöri Kristjáns Eldjárns sem forseta. Og sko, þó að Kristján hafi ekki verið með neinn vængjarslátt, þá til dæmis gerir hann það að hann hafnar því að fara og taka á móti foringjum Bandaríkjamanna í Keflavík. Það hættir þá. Og svo kemur vinstristjórnin 1971-1974 og hún bara hluti af þessu. Og hún færir út landhelgina og hún setur á fót nýju fræðslulög en það verður samt að taka með að á öllum þessum tíma þá mjög hröð uppbygging eins og ég sé gegnum sögu Keflavíkur sko, þá sko uppbyggingin á menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu, hún mjög hröð og hún sko nánast óháð svona stjórnarstefnu sko. Nema bara það samfélagsuppbygging bara takturinn í stjórnmálum. Já, það meginstef sko, það ekkit sem að byggja upp þessi kerfi sem að síðan nýfrjálshyggjan hefur kannski verið að brjóta niður. Já, það má segja það. En sko þessar vinstrijórnir þegar þær koma til valda og þegar verða svona veðraskipti í samfélaginu eins og 68, það náttúrulega ýtir undir þessu uppbyggingu. Og sko ég hef séð svona sænskar rannsóknir hvernig 68 hreyfingin virkar gagnvart velferðarkerfinu og þeir tala þetta sé sko ýti mjög mikið undir. Þær kröfur 68 hreyfingarinnar samrýmdust algjörlega kröfum verkalýðshreyfingarinnar í Svíþjóð og svo framvegis. Þannig að þarna svona ákveðin hápunktur velferðarkerfanna að koma semst þegar 68 kynslóðin kemur til starfa á því sviði og hefur síðan. Ef það eru svona miklar samfélagsbreytingar á þessu tíma, að þá kannski ekki svo að merkja það beint í ríkisstjórnunum, því að ríkisstjórnin 71-74, hún náttúrulega fær út landhelgina og breytti miklu, en síðan fáum við mjög skammvinna ríkisstjórn 78, sem springur. En hún og í kjölfarið líklega skrýtnustu vinstristjórnina sem að þú varst að kalla sem með hluta af sjálfstæðisflokknum innanborðs. Sko, en þessi skamleifa ríkisstjórn, hún var náttúrulega mjög spes, því að sko 74-78 voru Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur ríkisstjórn og sú ríkisstjórn barðist allan tíman sko varnarbaráttu af því að verkalýðshreyfingin svo sterk á þessum tíma
og þetta endurspeglast sem sagt í kosningu 1978, þá fá vinstriflokkarnir næstu því helming atkvæða og mynda svo stjórn með alþýðuflokkurinn kemur aftur inn sterkur þá, gríðarlega sterkur, hann nýtur þessari vinstrisveiflu og alþýðubandalag líka, en sem sagt, og það Vilmundur Gylfason sem sko, hann sem ekki mikill vinstri maður kannski. Já, hann sem sagt, hann einhvern veginn svona, hann staðsetur sig sem óvinn kerfisins, sjáðu til, lögulegt en siðlaust, sko, og hann hamast á Framsóknarflokknum, hann stanslaust, og það sé svo slæmiflokkurinn, en lendir samt í ríkisstjórn með honum, og já, og síðan kemur ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen og það Framsóknarflokkur, alþýðuflokkur með, og þar sér maður sko að alþýðubandalagið með neitunarvaldi í hermálum, hann stoppar flugstöðin allir í Keflavík, bara í 4 ár meðan stjórnin situr. Það sem að svona hangir yfir í kringum vinstrisstjórnir að þeim fylgir klundur á því og þær lifa stutt, það dugði ekki út kjörtímabilið. Ef þú myndir horfa svona yfir þetta svið, stórt og langt, gætur haldið því fram að kannski stór framfaraskref hafi nást á þessum tíma, að við varum í mjög lagri stöðu ef þessar vinstrisstjórnir hefðu ekki orðið til. Já, það held sér ekki spurning, sko. Það er náttúrulega ákveðnar sveiflur, eins og ég segi, veðraskipti í samfélaginu, sko. En sem sagt, yfirleitt þá eru þessar ríkisstjórnir, þó að séu skamlegar, þá eru þær farvegur fyrir helstu framfaramál í samfélaginu. Og þar er mest áberandi að innviðir styrkjast og samfélagið byggt upp á þeirra tímum. Þá er fitjað upp á málum sem sko íhaldsmennir samþykja með semingi svona. Já, bara halda svo kannski áfram á sínu tímabili. Já, og en sko, sem sagt, það er mjög stríður vinstri vindur á tímabilinu 1927 til 1940 og svo kemur svona hægri slinkur, skulum við segja, eftir að Bandaríkjamenn ná fótfestu 1951. En samt það er ekki eintóna. En það er samt, sko, breytingi verður síðan mikil 1968, þá er þeir búin að missa þessa svona ideológísku fótfestu stóru leiti sem að þeir höfðu náð þarna Bandaríkjamenn á kringu 1951, sko. En ég má spyrja þig út fyrir tímabil námskeiðsins sem kannski rekkjótt. Akkur tekur ekki ríkisstjórnin 88 til 91 með? Sko það er þetta komið með vinstri stjórn þar sem að vindarnir hafa breyst og svona nýfrjálshyggjan að festa sig í sessi. Já, sko það er eiginlega, sko ef maður skoðar þetta, það sem gerist eftir 1983, þá kemur, það sem að gerist að verkalýðshreyfingin hún tapar eiginlega. Og beygir sig undir nýfrjálshyggjuna að einhverju leyti. Hún missir fótfestu, það kemur fram í BSRB-verkfallinu og sko elítan, hún tekur bara þá afstöðu, við ætlum að fylgja Reagan og Thatcher sem eru í því að mala niður verkalýðshreyfinguna hverju sínu landi og þetta það er afturveðraskipti og þetta sinn í hægri blása hægri vindarnir og stjórnin 1988-91 er svolítið mikið undir þeim formerkjum, sko. Það er ekkert einlega sumt af því sem að mætti flokka bara sem nýfrjálshyggjulega stefnu. Já, og síðan sko þjóðarsáttasamningarnir tilheyra nýfrjálshyggjutímanum frekar heldur en einhverju vinstri baráttu. Já, en það er örugglega sko hægt að finna ákveðin atriði í þeirri stjórn sem að svona eru af þessari ætt, þessari sósíalísku. En þá ekki lærdómurinn sá að aðalatriðið það að verkalýðshreyfingin og samtök almennings séu öflug og sterk, því að þá jafnvel hægt að vera með hægri stjórnir sem að gera gagn. En þegar það svo ekki, þegar verkalýðshreyfingin er orðið múlbundin og hefur minni áhrif, að þá dugar ekki eins og hafa vinstri stjórnir til þess að ná fram. Jú, það er nákvæmlega lærdómurinn að þessu. Verkalýðshreyfingin en þetta er mjög svona, þetta spila saman. Ef við erum sterkar verkalýðsflokk og sterkar verkalýðshreyfingun, þá er staðan góð. Okay.
Herðu, þetta látum við vera lokaorðið í þessum kafla vegna þess að hér eftir örskamastund þá kemur Þorleifur Friðriksson og við ætlum einmitt að ræða sögu verkalýðshreyfingarinnar, ekki bara á Íslandi heldur allan heim, en það einmitt yfirskriftin á námskeið sem hann heldur á vegum sósíalísku menntakonunnar. Já, sæl aftur, við vorum að kveðja Árna Daníel sem að sagði okkur frá Vinstri-stjórnunum. Og nú komin næsti gestur, Þorleifur Friðriksson, velkomin. Takk. Þú ætlar að vera með námskeið sem er sögu verkalýðshreyfingarinnar og mér kannski eðlilegt að spyrja af hverju sú saga mikilvæg? Já, þetta nú góð spurning, kannski grundvallar spurning. Hún merkileg vegna þess hversu mikilvæg verkalýðshreyfingin í okkar samfélagi og hversu merkileg hún hefur verið í mótun okkar samfélags. Verkalýðshreyfingin það afl sem hefur kannski lagt hvað drýgstan skerf til þess velferðarsamfélags sem við búum við og þetta hefur tekið sannarlega árin 2 og 3 og fleiri en það eins og við þekkjum gríðarlega mikilvægt starf sem unnið og hefur verið innan verkalýðshreyfingarinnar og það hefur ekki breyst þannig að það afl sem verkalýðshreyfingin hefur mikið og sú saga sem verkalýðshreyfingin hefur eða saga verkalýðshreyfingarinnar gríðarlega mikilvæg til yfirleitt almenns skilnings á nútímasögu, samtímasögu. Þú ætlar að rekja sögu verkalýðshreyfingarinnar bara ekki bara Íslandi heldur út allan heim. Hvar munum við byrja? Ég hafði hugsað mér að þetta nú kannski dálítið svona laust í reipunum til að byrja með. Fyrst svona að heyra í fólki hvaða væntingar það hefur til þessa námskeiða. Eigum við að hafa þetta takmarkað ákveðin part eða ákveðið svið verkalýðshreyfingarinnar eða eigum við að fara svona almennt yfir sviðið og mér finnst nú sennilegt að á laugardaginn þegar við hittumst svona almennt að þá myndum við fara svona almennt yfir sviðið og fabulera kannski svona verkalýðshreyfinguna frá öndverðu hef ég kannski ferðina þegar við sjáum móta fyrir þessari samfélagsgerð sem við kallum kapitalisma í Evrópu eitthvað tímann á 15. 16. öld. Og verkalýðshreyfingin skilgreitir aðkvæmi kapitalismans. Já, hún það. Viðbrögð almennings við kapitalismanum. Hún viðbrögð almennings við kapitalismanum og verkalýðssagan, hún hefur verið mjög má segja hún hefur verið nýtt helst til lítið af verkalýðshreyfingunni sjálfri. Sagan? Já. Verkalýðssagan ein af þessum sviðum sagnfræðinnar sem núna svona viðurkennt sem svona ákveðið fræðasvið. Og það hefur náttúrulega verið allur gangur á því hvernig þetta svið hefur mótast í ólíkum samfélögum en það má þó sjá í verkalýðssögunni ef við horfum tilbaka frá því að hún fer að verða svona einhvers konar ákveðið svið innan sagnfræðinnar. Það kannski á 7. og 7. áratug 20. aldar. Að þá hún svona endurgerð af hefðbundinni tiltölulega íhaldsamri sögu ríkjandi afla. Stofnanasögu. Þá menn að skoða stofnunina, menn að sjá foringjan, setja fram einhvers konar hetjumynd af foringjanum sem leiðir líðinn til frelsis. Það ekki sagan sem þú ætlar að segja? Nei, það ekki sagan sem ég ætla að segja. Ég ætla að byrja með litlu ljóði sem mér tamt og ég held mikið upp á. Ég hef tekið eftir því að margir hafa haldið að ég væri á góð þegar ég fer með þetta ljóð.
en þetta nú ljóð sem eftir Stein Steinar og heitir Mannkynssaga fyrir byrjendur og ég get alveg farið með það hérna núna, bara svona til þess að vekja athygli fólks á þessari snilld Steins og vænti þá að fólk sé búið að pæla í þessu ljóði þegar við hittumst á laugardaginn. En ljóðið svona, viltu heyra það? Þið sama þú getur ekki neitað því. Nei, þú getur ekki neitað því. Ljóðið heitir nefnilega Mannkynssaga fyrir byrjendur og svona. Undan ferðamannsins fæti valt steinn úr stað og steinninn hélt áfram að velta, vistu það. Og 7.000 árum síðar kom Sing Sing Ho og Sing Sing Ho fikk sér konu en konan dó. 7.000 árum síðar kom Gaggagú, Gaggagú finnst hverginin heimild nú. 7.000 árum síðar komst þú. Þetta sem sé, ljóð sem mér finnst ég þykir mjög vænt ég nota mjög oft. Það snjallt að ná 14.000 árum á svona einfaldan hátt. Já, nákvæmlega, með þessum einfaldleika. En ég myndi gjarna vilja, sem sé, varpa ljósi á þessa sögu, sko, á þess að það verði náttúrulega á 4 kvölda, mótna námskeiði verði náttúrulega aldrei nema svona bara rispað í yfirborðið, en það getur líka verið mjög skemmtilegt og gefandi, bæði fyrir mig og svo aðra. En ef við horfum á íslenska verkalýðssögu, þá hún náttúrulega ekki svona látt aftur, því að nútíminn og kapitalisminn kom seint til Íslands. Ég var áður að tala við Árna Daníel og hann var að fara yfir ríkisstjórninnar og hann ætlar að taka tímabili frá 1927 til 1983 vegna þess að leitur svo á að eiginlega eftir það séu ákveðin svona straumkurv þegar að nýfrjálshyggjan tekur völdin og þá skiptir raunverulega minna máli að vinstri stjórninnar sem koma eftir, það skipta minna máli vegna þess að það er bara komið annað einkennið í samfélagi og helsta einkennið það að völd verkalýðshreyfingarinnar er orðið minni þá. Gætir þú dregið fyrir okkur einhverju kaflaskipti í sögu verkalýðshreyfingarinnar frumbýlisár og svo kannski árið þess að á mestum áraðum, svo erum við nýfrjálshyggjuárin og svo að því að þú talar að það sé mikilvægt að nota söguna. Hvort að þú upplifir það að verkalýðshreyfingin sé núna á einhverjum svona sögulegum tímum? Já, ég held að svona almennt kaflaskiptingu sögunar að þá held ég við séum alveg tilbúin til þess að setja svona fram ákveðna sviðsmyndir frá ólíkum tímum og draga fram svona helstu breytingar sem verða á verkalýðshreyfingunni og kjörum fólks. Hvers áorkar hreyfingin, hvers áorkar verkalýðsfélagið eða verkalýðsfélögin land allt og til hvaða ráða þarf að grípa til þess að ná fram það sem okkur finnst í dag sjálfsögð réttindi. Svona að sjálfsögðu verður einmitt til umræðu á svona námskeiði, að sjálfsögðu verður það og við myndum væntanlega kaflaskipta þessu þannig að það verði þá í tímar, sko, myndum við kannski byrja undir lok 19. aldar á fyrstu verkalýðsfélögunum og síðan átt okkur á því hvaða kröfur voru félagin að setja, af hverju voru þau ekki grimmari, mættu þau mikilli mótspyrnu, var félagsbundinn verkamaður, var hann í hættu að missa vinnuna vegna þess að hann var félagsbundinn til dæmis og svo framvegis. Þetta er mjög skemmtileg eða sem sé athyglisverð saga. Hún er reyndar hér þannig séð á vissan hátt blíðari en víða í Evrópu. Það var ekki mjög hörð mótstaða við stofnun verkalýðsfélaga. Ekki margir verið drepnir út af stefnu. Nei, það var undantekning hvað dreppin sem er ekki raunin annars staðar. Sem var ekki raunin annars staðar.
og það var sem sé reyndar til dæmi og sögur að atvinnurekendur reyndu að stofna sín eigin verkalýðsfélög. En það meira svona í þoku. Svo plegir að gera þetta. Já, það er ekki mikla heimild til slíkt. En hins vegar það mjög athyglisvert að til dæmis forysta verkalýðsfélaganna voru gjarnan menn sem ekki voru verkamenn. Það ekki fyrir 1942 sem til dæmis verkamaður tekur sæti formanns í Dagsbrún sem var langsamlega sterkasta og öflugasta félagið á landinu. Ástæðan var sú að og ég mitt í bókinni sem ég fjalla þetta vitnaði ég mitt í rannsóknarnefnd Alþingis og þetta miklu úttekt þeirra á spillingun á Íslandi fyrir hrun og þar kemur fram sko að það sé hægt að spyrða saman fyrirtæki og rekstur og ábyrgð til dæmis fyrir almenning og sá sem tekur á sig ábyrgð fyrir almenning, hann hætti til að láta hagsmuni umbjóðanda sína víkja fyrir hugsanlega þrýstingi þá frá fjármálaöflunum eða þeim sem halda honum hafa eitthvað hans framtíð að segja. Þetta áttu verkamenn sig á í aldarbyrjun á 20. öld. Þeir kusu þess vegna að fá menn sem ekki voru sem sé undir atvinnurekstri eða atvinnurekendum og það voru kennarar, það voru búfræðingar og það var Héðinn Valdimarsson, ríkasti maður landsins, svo hann var sem ekki háður atvinnurekendum þannig í þeim skilningi. En þetta var sem sé, það ekki fyrir 42 sem Sigurður Guðnason. Og staðan var orðið þannig að verkamenn gátu verið formenn í eigin félagi. Já. En tímamótin í dag, nú oft talað endurreisn verkalýðshreyfingarinnar og það svona margt sem liggur í loftinu sem væri hægt að draga þeirra álítanir að verkalýðshreyfingin væri á tímamótum eftir svona ákveðið niðurlægingar tímabil nýfrjálshyggjuáranna. Þegar þú horfir yfir söguna, upplifirðu það svo sé? Já, ég geri það nú. Það alveg ljóst að orðfærið annað í dag en það var fyrir 10 árum síðan. Fólk notar önnur orð, það svona meiri skilningur á því að við getum ekki pakkað hugsunum okkar inn í sellófan til þess að þóknast ríkjandi öflum. Fólk farið að nota orð sem voru dauð og grafin Stéttabaráttan að vakna að nýju. Nákvæmlega. Og heldur það sé langar þetta tímabil? Meðan andstæðurnar eru svona sterkar í samfélaginu eins og við horfum upp á hvern einasta dag. Það sem fjármálaöflin fara sínum fram, það sem sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar eru komnar í nánast bara á markað. Þegar þessi kraumandi reiði á meðal fólks, fundansfólks, í garð þessara afla sem sífast einskis og þeir ekkert gert til þess að draga úr þessari spillingu sem við horfum á, sem hrópar á okkur, að þá held ég að verkalýðshreyfingin muni halda áfram að verða eflast og verða róttækari bara með hverjum deginu. En ef við lítur yfir söguna, róttæk verkalýðshreyfing,
það kannski talað hana sem upplausnarafl. Já. En það þannig í sögunni, þegar þú horfir á það tilbaka, róttæk verkalýðshreyfing kannski ekki uppbyggingarafl? Já, sko tímanlaust, einmitt þegar verkalýðshreyfingin hefur verið róttækust, að þá hefur hún líka skilað drýgstum sko árangri fyrir alþýðu fólk. En ég er nú líka á því að ég vil á þeim skeiðum sem við kannski köllum eða oft eru kölluð einhver niðurlægingaskeið, að þá hafi nú verkalýðshreyfingin verið að vinna býsna drjúgt starf sem ekki tók hátt. Menn notuðu kannski aðrar aðferðir, önnur orð, en þeir voru náttúrulega að vinna í þessu stagli, til dæmis við svartan atvinnurekstur, við mansal, við aðbúnað verkafólks, farandi verkafólks sem hérna hefur verið látið búa í sko húsakynnu sem ekki myndi vera bjóðandi sko húsdýrum. Og ég hef hort upp á slíkt. Ég hef komið í slík húsakynni verkafólks á Íslandi sem eru enn í notkun. Og það því miður sko hrikalegt. Og meðan aðstæðan svona og meðan fólk neitar að fallast á að þetta sé mönnum bjóðandi, hvort sem það þá sem sé þessi með því að við að horfa á einstaklingin eða verkamannin og hans bágu kjör eða horfa á spillingu í stærri samhengi, að þá held ég að verkalýðshreyfingin hún eigi eftir að verða lifandi og ég held að fólk krefjist þess að hún eflist frekar neitt. Það er ekki til þess sko virk þáttandi almennings til þess að verkalýðshreyfingin getur alveg sterk. Það nú enginn okkar tímum svona óvirkni almennings í pólitísku starfi eða einhverju leyti. Þú óttast það ekki? Jú, ég alveg saman því, en ég held að verkalýðshreyfingin þurfi náttúrulega að finna leiði til þess að virkja félaga sína. En ég held líka að starfið, sko, fólk getur alveg verið virt á sinn hátt þó að það sé kannski ekki beinlínis að koma að fundi endilega, sko, en auðvitað, og það þetta miðla til fólks með svo margs konar hætti, að það má fara sem sé aðra leiðir en þessar hefðbundnu fundaleiðir kannski, þó að það sé alltaf gott að hitta fólk og gott að tala saman auglýtt raunlis. Þá svona félagsrýmið okkar allt öðruvísi í dag, eins og sérst á þessu sem við erum að gera hér til dæmis, heldur en þegar menn voru í gútt og að rífa stólfæturnar undan stólunum til þess að berja löguna. Já, en fólk fer líka út á göturnar enn í dag, þú veist, og eins og við þekkjum frá síðar árum. En á laugardaginn klukkan 11 í Bónalli 6 að þá verður þú með fund sem upphafið að fyrirlestraröð sem verður síðan á laugardagsmorgnum daginn í frá. Reyndar á eftir, vikuna á eftir næsta laugardag þá verður heldur námskeið áfram þótt að þú sért ekki á landinu, því að þá ætlum við að sýna hérna í Bólholtinu heimildarmyndina Korter yfir 7 eftir Einar Þór Gunnlaugsson sem að fjallar verkvöldin miklu 1955. Og hann ætlar einmitt að koma hérna á eftir þegar við búin að horfa á sýnisóknarmyndinni og spjalla við okkur það, en ég hlakka til að hitta þig aftur á laugardag. Takk fyrir. Þá lítur hann á mig alveg hneyksluður og segir, já, en þetta hefði allt saman komið hvað sem var. En það hefði sko alls ekki komið hvað sem var. Það alveg hreina línu, það hafi fyrir þessu öll saman. Og verkfallið þá daga var þannig að það stoppaði allt. Það var allt stoppað. Í áramóta ávarpi forsætisráðherra í ársbyrjun 1955 birtust skýr skilaboð. Stétt með stétt. Verkalýðshreyfingin heldur nánast úti bara her og Reykjavík bara sett í herkví. Það voru krakkar í kampnum sem áttu ekkert að borða. Á
ótrúlegt að þetta skildi líðast. Það voru bara slömmin í Reykjavík. Þótt verkfallið skilli á var haldið áfram að dæla úr 2 olíuskipum. Hópurinn tilkynnti þá að þetta væri verkfallsbrot, neitaði að yfirgefa skipið og hertók það. Áhrif kalda stríðsins á verkalýðshreyfinguna, það fer alveg eftir því eiginlega hvar þú ert að skoða pólitíkina. Þetta smitaði alls staðar út frá sér sko. Það þessi kommunista gríla. Það var oft verið að mynda hópa gegn okkur. Menn höfðu ekki bensín og menn höfðu ekki mjólk. Þegar að fóru að þrengja að, þá kom upp helvíti mikið af óeirðum. Sumir voru hræddir var haft eftir verkfallsstjóranum og áhyggjufullir yfir því að komi gæti til alvarlegra götubardaga. En Eðvarð var örugglega í hópi þeirra manni sem naut hvað mestu virðingar innan verkalýðshreyfingarinnar. Og Guðmundur 28 ára gaur. Ísland undirritar jafnlaunasamþykkt og í kjölfar þess eru sett lög sem að miða að því að jafna laun kalla og kvenna. Þarna má segja verkalýðshreyfingin að leggja mjög þýðingarmikla þætti inn í byggingu þess velferðarkerfi sem við þekkjum í dag. Þetta var sýnishorn úr myndinni Korter yfir 7 sem sýnd í Bíó Paradís og verður líka hluti af námskeiðinu sem að Þorleifur verður með. En sá sem gerði myndina kominn tíminn, Einar Þór Gunnarsson. Til hamingju með myndina. Takk fyrir. Sæl. Þetta mynd mikil átök og merkilegt verkfall. Akkur voru það, hvernig vildi það til að þú fórst að búa til myndu þetta? Þetta svona, við getum bæði sagt, svona gamalt áhugamál. Já. Bara frá því tíma þegar maður var ungur maður að lesa svona pólitískar sögu og pólitískar bókmyndir. Já. Og þetta tiltekna verkfall, eða þessi atburður, var svona eftirminnilegur af því að maður rakst svo lítið á hann síðar. Og það var einhver sem benti mér á það. Þó sem það væri svona áhrifaríkur í sögunni. Já. Og líka það að það benti mér á það að í öldinu okkar, bókinu í öldinu okkar, þá hafði bara verið örlítil klausa þetta. Svona eins og auglýsingum útsölu eða eitthvað sleiðis. Ekki verið mikið það tala, sko. Og ég saknaði þess alltaf Hvað heldur það sé að þetta sigurvegararnir segja söguna og verkalýðshreyfingin sé ekki sigurvegar Íslandssögunnar? Já, það er merkilegt að verkalýðshreyfingin sigraði þetta verkfall. En atvinnureikendur sem töpuðu verkfallinu, á að segja það. Þeir hafa ekki sagt þessa sögu heldur. Þó að þeir teljist vera sigurvegari og svona almennt í því samfélagi sem búum. En líka það að þetta snertir svo marga, sko. Og svo svona alls konar element í þessu sem eru bara almennt forvitnileg og sem maður vissi ekki eins og hvað fátæktin var mikil, hvað var margir fátækir, hvað var margir sem bjuggu í bröggum. Þetta var svona stjórnmál lífs og dauða sem að voru þarna. Fólk var að berjast fyrir, kannski ekki í lífi sínu alveg í bókstaflega merkingu, en svona að brjótast út úr óbærilegu lífi. Já, akkurat. Og svo líka 55 verkfalli var líka svona því að þetta kvikmynd og maður þarf að hafa svona fókus og sögutráð. Að það erfitt að taka eiginlega verkfallið út alveg eitt á sér því að það hangið aldrei saman við verkfallið 52. Því það var það kemur fram í myndinni. Akkurat. Og kemur svona, ég fer svona aldrei fram og tilbaka. Þetta rennir aldrei saman og reynslan af 52 verkfallinu og nýttist báðum aðilum. Og svo líka 47 verkfall. Það ég þekki það nú ekki mjög vel en það var svona stórt verkfall. Það var svona margir mörg verkefnisfélög. En svo þessi tími, hann bara svo áhugaverður allir því að 44 nýtt lýðveldi og Ísland aldrei að sanna sig sem sjálfstæð þjóð út af því allavega. Alveg lengi eftir. Ég skal ekki segja hvað þau áhrifu vara en það ákveðin þjóðernishyggja, svona lítilla þjóðar í okkur. Alveg fram á þessa öld, má alveg segja það.
En þetta svona hápunktur íslenska verkalýðshreyfingar, kannski átökin kannski frá 47 og svo kannski aðeins lengra heldur en myndin nær, þar sem samið uppbyggingu Breiðholtsins og svona. Þetta tímið þar sem verkalýðshreyfingin hafði mest áhrif á samfélagið? Já, ég myndi halda það vegna þess. Þetta voru mikil átök, þegar maður velti því fyrir sig þegar myndin búin. Já. Þá hugsaði maður sem svo, já, góðan daginn, það ekki hægt að ná miklum árangri nema með einhverjum raunverulegum átökum. Akkurat, ég held að, mér finnst það náttúrulega líka svona pólitískt mat, sko. Mér finnst þetta að vera stóri atburðurinn í verkalýðssögunni vegna akkurat út af þessum átökum, hvað þurfti mikið til að leggja á sig og halda þetta út. Ég get ekki ímyndað mig hvað það að halda út, sko, vegna þess að eins og kemur frá myndinni, sko, það var mörg heimili sem voru að vera matarlaus. Og líka það að, já, þetta með sko nýtt lýðveldi, að sýna sína bestu hliðar. Ég tók eftir því við vinnslu myndarinnar, þegar sendum út, sko, fólk og að leita myndefni að nýjar filmur og fallegar og flottar filmur frá þessum tímabili þær eru ekki af brakakverfunum eða fátæktinni sko. Og það eru líka spari myndir sko. Það ein mynd frá 46 sem held ég að það gerir tilefni afmæli Reykjavíkurborgar og það náttúrulega sjá að það fallega byggingar sko. Og aðrar myndir eins og það mynd sem svona sögulega tengd Reykjavík sem Kristján Eldjárn les inn. Það líka mjög falleg mynd. Það sést ekki hinn Reykjavík eins og Dr. King myndu. Það alveg tilefni fyrir samsæðiskenningar sko. En það ýmsar ástæður fyrir þessu. Það líka bara það svona takmarkað resource, takmarkað efni til að taka myndir og gera myndir og þetta alltaf þessi umhverfi þá heldur núna. Og svo hitt að þetta var bara þótti bara ekkert sérstaklega ekkert áhugavert sko. Og þetta var ekkert brýnt baráttumál nema bara innan verkalýðshreyfinganna. Og þessi mikla eymd, eins og kemur til dæmis frá myndin, það nefnir Margrét Sölvadóttir sem segir frá, hún segir til dæmis frá því að það hefði þurft að sýkta orma á mjöli. En sú saga lengri sko, það ýmislegt í kringum þetta sem gerir þetta líf hans erfitt. Og svo til dæmis þetta fólk bara slasaðist eða milli sig eða komst ekki í heilsugæslu. Öll félagsþjónusta, hún var náttúrulega ekki til, hún ekki sambærileg sko. Það var kannski kvenfélag, margstegsnefnd. Þannig að þetta var náttúrulega, og svo allar hugmyndir sko, okkar hugmyndir alkohólisma og geðsjúkdóma og allt þetta ekki til sko. Þannig að allt lífið bara öðru vísi sko. Mér finnst að það mörgulega ekki vera sambærilegt sko. En núna ekki sömu átök í verkalýðsbaráttunni. Það verkföll fátíð og þau stutt og það ekki slegist. Það vegna þess að við höfum það bara svo gott, að við þurfum ekki að berjast fyrir því, að það sé ekki sama lífsins alvara á bak við verkalýðsbaráttuna, eða var það eitthvað svona félagslegur daufleiki sem að dró máttinn úr verkalýðshreyfingunni, eða jafnvel það að hinn ríku og auðugu, að þau náðu yfirhöndinni og gáttu takmarka völd verkalýðshreyfingarinnar. Já, ég held sko. Þetta lítil spurning. Já, sko, eitt sem gerist þetta 55, eða þessu tímabili, þegar eins og kemur fram í myndinni, að sko þegar þetta gríðarlega magna peningur sem kemur í landið með hernum og helmingaskiptareglur verður til. Að mér finnst þessi atburður alltaf vera svona hálfgert svona valdarán sko. Þessi þeir flokkar þeir hafa orðið til ólíkarga flokkar þá, 51 og 2. Þeir taka bara yfir allt efnaskilin. Og þeir hafa haldið þar alveg til þessa dagsýrunni sko. Þannig að svo fáum við svo öflug verkalýðshreyfing fram yfir 8-10 og svo eins og kannski við þekkjum að það kemur nýfrjálshyggjan og hún nær svo miklum tökum á okkur sko. Og hlutan til kannski vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf í þessari sterku stöðu. Hann alveg tilbúinn að taka mót þessari hugmyndafræði eins og það sé svo leitt. En hún hafði líka áhrif inn í verkalýðshreyfinguna og inn í vinstri. Akkurat, og inn í allt samfélagið. Heldur við sem að lifa straumhverfi í sögunni að kannski svona átök eins og þú ert að segja frá því þinni mynd séu líklegri í framtíðinni heldur að þeir voru kannski á umliðnum 20-30 árum? Já, ég held að þessi samfelld saga sko. Því að þessi tími 50, 60, 70 ára, þetta ekki langur tími í sögu sko verkalýðshreyfingarinnar eða sögu landsins. Þetta samfelld saga. Og líka þetta talt eins og að vinstri kanturinn sé sko svona sundu slitun og alltaf í átökum. Það líka vegna þess held ég að sko það miklu meiri hugmyndafræði gerjun og hefur alltaf verið allavega síðustu 100 árin sko á vinstri kantinum. Við erum að tala sko þegar ég var að byrja að hugsa pólitík þá erum við marxista og trotskista og alls konar ista og stalinista líka sko. Og það grótta hugmyndum á meðan að hægrið hefur bara
einfalda hagsmuni sem að geta hagsmuni. Já, sigla bara stundum eftir Excel-skjali, sko. Það engin hugmyndafræði átök þar. Ekki neitt sambærilegt við vinstra. En má endurtaka spurninguna? Hefurðu trú á því að svona næstu ár að við kunnum að sjá svona hörð stéttaátök aftur? Að stéttastjórnmálin sé að snúin tilbaka? Já, sko, ég held að maður svona er alveg bara búin að íta óskikjunni sko til hliðar, svona reyna að vera svona raunsæður. Ég held að sé alveg til, bæði, það náttúrulega tilefni til þess, sko, en við höfum alveg allt til þess, sko, og við höfum sko ástriðuna í samfélaginu til að breyta því. Ég held að það sé alveg nóg, hún þarf bara að komast upp, sko, og koma þetta skipulag. Og ég held ekki að sko stundum þegar við upplifum óréttlæti, sko, þá höldum við kannski við séum bara ein eða kannski lítill hópur. En ég held að það sannleikur fyrir að koma upp á yfirborðið, við erum miklu fleiri, sko. Þá þarf fólk að segja sína sögu til þess að, og það þarf að heyrast til þess að maður átti sig á því maður er ekki einn með. Akkurat. Það hérna, fátæktin mín sé ekki persónulegt vandamál mitt, heldur síðan þjóðfélagslegt vandamál. Já, og svo náttúrulega annar heimur núna með 55 til þess að við sjáum með arabísku byltingu, nú byrjar á Facebook, eins og í Egyptalandi og víðar, sko, og Alsís á sín tíma. Og það heitir náttúrulega tólátæki sem við höfum, sko. En hins vegar er gaman. Það náttúrulega vantar skipulagi, þar eru kannski bara hreyfingar sem að valda mótmæla öldu en síðan vantar skipulagið á bakvið þannig að þeir ná ekki miklum árangri. Já, jú. Það er nú kannski Occupy Wall Street og fleira sem við höfum í svona Vesturlöndu líka, seinni tíma mótmælasögur, en það vantar kannski sko skipulaga aflið þannig á bakvið til þess að. Já. Og til þess, eins og með hreyfingi eins og Black Lives Matter, hún er orðið miklu alþjóðlegri núna heldur hún var bara fyrir 10 árum síðan, sko, og fann að fara út fyrir það sem upphaflega hugsuð, sko, af því að það eru bara vinnureiðdópar og þeir sem standa höllum fæti og hafa langa sögu í sinni menningu að standa alltaf höllum fæti og þetta bara breiðist út að ég held að það geta alveg langa tíma, sko. Og líka á meðin mann, sko, það er eitt sem við þó sambærilegt í dag, af því þeir vorum að skoða fyrirsætti blaðana á þessum tíma. Að það myndi mér alveg mikið á sko kommentakerfin þau voru svona í sinni verstu mynd á svona stór orð, ekkert alltaf innistæði fyrir þeim og svo var kannski smá húmórið líka sko. Þá var það brentað. Já. Herðu, hérna, ég gæti fólk til þess að sjá myndina korter yfir 7 í Bíóparadís, það er að fletta því upp á netinu, hvenær myndin er sýnd, en hún verður hluti af námskeiðinu hans Þorleifs, þannig að ekki á næsta laugardag heldur þann næsta, þá verður sýning hér í Bolholti 6 og það mun fólk sem að starfar í verkalýðshreyfingunni í dag segja álit sitt og skoðanir á myndinni og samanburðinum í dag og þá. En ég læt þessu þætti sem sneri svolítið námskeið sem eru á döfinni í sósíalísku menntakommúnu sem við erum að setja á laggirnar í Bolholti. Læt gott þetta í dag, en að minni við rauðaborðið á morgun verður þjóðhagsráðið við borðið, þá verður hér Ásgeir Brynjar Torfason og Kristrún Frostadóttir verða hérna hjá mér í stúdíu og svo munum við líka tala við Ólaf Margeirsson og það er mikið að tala. Það eru vaxtahækkanir, það eru áhrif fasteignamarkaðarins á verðbólgu og vaxtahækkanir og það eru straumhvörf sem eru að verða í hugmyndum fólks hagfræði, efnahagsmál og ríkisfjármál. En rauðaborðið í kvöld er búið, sjáumst á morgun.